Góðan daginn. Til að setja fundin svona formlega, þá býð ég velkomin á svið, Þorstein Víglundsson, ráðherra jafnréttismála. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl, gaman að fá að vera með ykkur í dag og einstaklega ánægjulegt að fá að setja þennan fund. Skiptir kynja ójafnvægi eða jafnvægi máli í auglýsingum og stutta svarið að mínu viti já, skiptir gríðarlega miklu máli. Það ekkert launungamál að þó svo að við höfum áorkað miklu í jafnréttisbaráttu hér á landi á undanförnum áratugum, að þá eigum við svo margt eftir ennþá. Og þó svo að við séum á alla helstu mælikvarða í jafnréttismálum í fremstu röð, raunar númer 1 hjá World Economic Forum, að þá setur það eiginlega á okkur auknar kröfur að mínu viti að gera enn betur. Það nefnilega þá höfum við engan til þess að elta. Við erum í forystu og ef við ætlum okkur að vera þar áfram, þá þurfum við að vera skapandi í hugsun, við þurfum að vera að leita allra leiða til þess að gera enn betur í jafnréttismálum. Og það alveg ljóst að í okkar ráðuneyti, í velferðarráðuneytinu og þá á mínu sviði, félagsmálum og jafnréttismálum, að þá munum við leggja stóraukna áherslu einmitt á jafnréttismálin á þessu kjörtímabili. Eitt af fyrstu málunum sem við erum að leggja upp með lögbinding jafnlaunavottunar. Og sumum þykir inngripið heldur mikið, en við teljum þetta algjörlega nauðsynlegt því að við búum hér enn við kynbundinn launamun, allt of mikinn kynbundinn launamun, og við getum skipt honum í tvennt. Við getum talað þennan óútskýrða launamun sem liggur einhvers staðar á bilinu 6–10%, og svo getum við talað bara heildar launamunin sem plus minus 15%, sem ekkert síður vandamál heldur en sá óútskýrði. Það skiptir nefnilega máli í þessu að jafnræði kynjanna sé algjört á vinnumarkaði, ekki bara þá að við getum útskýrt í burtu af hverju konur séu almennt á lægri launum heldur en kallar. Við viljum bara að konur séu á sömu launum og kallar. Við viljum að konur hafi sömu tækifæri og kallar. Og við viljum í raun og veru útrýma þessari kynbundnu hugsun sem á vinnumarkaði, kynbundna starfsvalinu, að við séum ekki með landlægar karla og kvennastéttir heldur, við séum bara með gott jafnvægi á vinnumarkaðnum heilt yfir. Það ekkert síður að karlar kjósi þá að fara inn í hina hefðbundnu kvennageira í dag sem umönnunarstéttirnar eða kennslan í vaxandi mæli, heldur en að konur séu að brjóta múrana þegar kemur inn í karlastéttirnar, þegar kemur inn í raungreinarnar, inngreinarnar og svo framvegis. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli að við náum góðu jafnvægi þarna til þess að við séum raunverulegt jafnrétti í samfélaginu. Þar koma fleiri þættir inn, auðvitað eins og þá jafnrétti eða jöfn tækifæri í starfsramma, og þar annað mál sem við munum leggja áherslu á þessu kjörtímabili sem að endurreisa fæðingarorlofskerfið okkar. Gríðarlega mikilvægt jafnréttistæki að valið að nýta sér fæðingarorlof sé ekki tekjutengt, að þessu skipti ekki máli fyrir kynin hvor aðilin tekjuhærri upp á skerðingar sem í fæðingarorlofi, þannig að við viljum hækka aftur hámarksgreiðslurnar sem að sýndi sig þegar kerfið var sett upp hér fyrir 15 árum eða svo. Það virkaði mjög vel fyrir okkur, við fengum mjög mikla þátttöku karla sem því miður hefur dalað aftur á undanförnum árum. Þannig að þetta munum við leggja áherslu á því að þetta skiptir gríðarlega miklu máli inn á vinnumarkaðin líka. En að efni fundarins í dag sem skiptir öllu, það einmitt kynjajafnvægið í auglýsinga- og markaðsmálum, og þar þurfum við að hugsa að mátti fjölmiðla, mátti auglýsinga. Og þar einmitt þið eruð tækifærið okkar til þess að brjóta niður þessar staðalímyndir sem allstaðar eru, hvort sem í fréttaflutningi eða í gerð auglýsingaefnis. Skiptir óbúðslega miklu máli að fyrirmyndirnar fyrir ungt fólk séu allstaðar líka á þessu sviði. Þannig að við séum að leggjast öll á eitt að brjóta niður þessar staðalímyndir sem við erum alltaf að kljást við, tryggja það að við séum að byggja hér upp öflugt, raunverulegt jafnrétti samfélag. Já, komið sæl og velkomin og gaman að sjá ykkur svona mörg og gaman að sjá að þetta ekki bara konur sem sýnir sig áhuga. Ég ætla að kynna tvær kannanir sem við hjá SÍA og í samstarfi við MMR létum gera
og SÍA eru samtök 7 stærstu auglýsingastofa landsins fyrir þá sem ekki vita. Ég ætla ekki að fara onni í smáatriði kannanana en ætla svona að dvelja við tvennt og það annars vegar kynjahlutföll á auglýsingastofum og hins vegar kynjahlutföll í gerð markaskilaboða og auglýsinga. Þetta svona það sem kannski stendur upp úr og svona mikilvægi þátturinn í þessu. En fyrst ætla ég að fara í svona smáformála sem í raun og veru kannski forsenda þess að við létum gera þessar kannanir. Til að átta okkur sá auglýsingastofu, að því að við erum alltaf að fjalla auglýsingastofu og teymi á auglýsingastofu, að þá gott að sjá að hvernig í rauninni starfshlutföllin skiptast, eða starfsgildin. Við erum með grafíska hönnuði í 43% cirka, markaðsráðgjafa, hugmynda og textagera fólk og þetta fólk í raun og veru leitt áfram af listrænum stjórnendum sem eru ekki nauðsynlega grafískir hönnuðir en eru það stundum. Eins og sjá má að þá grafísk hönnun kjarnastarfsemi auglýsingastofa og þetta svona hjarta fyrirtækjanna. Og ég segi þetta núna vegna þess að ég á eftir að tala svolítið grafíska hönnuði í þessu sambandi kynjahlutföll. Teymi, eins og ég sagði, yfirleitt skipað einum eða fleirum grafískum hönnuðum, markaðsráðgjafa eða viðskiptastjóra, hugmynda og textasmið og svo listrænum stjórnanda sem leiði teymið og ábyrgur fyrir ákvörðunum sem teknar í teyminu. Þetta svona hið hefðbundna fyrirkomulag. Árið 2011 þá gaf Mæna út síðasta tímarit sem fjallaði þátt kvenna í grafískri hönnun á Íslandi. Greinarhöfundar komust að því að konur í grafískri hönnun eru ekki eins líklegar til þess að fá vinnu, fá hæstu launin eða bestu stöðurnar. Dóra Ísleifsdóttir, sem með okkur hérna í dag og við heyrum í henni á eftir, hún var ritstjóri þessa tímarits og hún skrifaði í inngangi blaðsins að hún í raun og veru lýsti yfir áhyggjum af þessu máli og kastaði boltanum svolítið á stofurnar. Hvað ætlið þið að gera? Og hér 7 árum seinna, eða 6 árum seinna, bolti gripinn. Þannig að við erum að fara að taka á þessu máli núna. Árið 2011 þá voru kynjahlutföllin svona á stofunum. Markaðsráðgjöf, þið sjáið þarna var jafnt hlutfall karla og kvenna. Textagerð var meirihluta í höndunum á karlmönnum. Hönnun 71% í höndunum á karlmönnum. Listræn stjórnun 78% karlmenn. Framkvæmdastjórar 100% karlmenn. Stjórn 94% karlmenn. Skrifstofustörfin hins vegar í höndum kvenna og annað svona skiptist 83-17 kallar konur. En skiptir þetta einhverju máli þá og skiptir þetta einhverju máli í dag? Snýst auglýsingagerð ekki bara það að setja sig í spor annara, setja sig í spor neytandans og reyna að skilja hvernig hann hugsar? Það eru sumir sem vilja meina það og í þessi sama tímariti þá skrifaði reyndur hönnuður grein og hann var kennari við Listaháskólann líka og hann sagði að hann teldi sig ekki sjá neitt mun á lausnum kalla og kvenna eða stráka og stelpna í Listaháskólanum út frá því hvort þetta væru karlmenn eða konur. Og hann sagði að verk kalla geti verið kvenleg og verk kvenna geti verið karlmannleg. Þetta fer bara eftir viðfangsefninu hverju sinni. Hann sagði líka að harðir karlmannlegi karlar væru trúlega fáir í hönnunargeiranum. En ég veit nú ekkert það. Þessi maður hélt fyrirlestur á vegum Ímark núna daginn, flottur listrænt stjórnandi hjá Leo Burnett í Beirut, Líbanon. Hann sagði og var í rauninni sammála þessum orðum þessa teiknara sem ég vísaði áðan. Hann sagði að góðir hönnuðir eru þeir sem skilja mikilvægi þess að hugsa eins og manneskja fyrst og síðan eins og hönnuður. Og það má alveg skilja það sem svo að kyn skipti síður máli heldur það bara að hugsa eins og manneskja. Leo Burnett, sem sagt sama auglýsingastofu keðja og þessi maður kemur frá. Leo Burnett í Bandaríkjunum sem sagt gerði þessa herferð Run Like a Girl sem að margir þekkja þó hún hafi nú ekki verið keyrð hérna á Íslandi. Það búið að vitna í þessa herferð ótal sinnum og maður fer varla á fyrirlestur öðru sinna að
þessi herferð sé sýnd sem dæmi frábærlega velheppnað herferð. Þarna tók vörumerkið Always smá snúning á því að færa sig frá því að fjalla eingöngu vöruna, það að segja dömubendið, og fara að fjalla einhvern sammannlegan þátt sem í þessu tilviki eru ungar stúlkur á gelgjuskeiði og sjálfstraust þeirra. Og þetta var svona movement eins og það kallað. Þeir vildu færa í rauninni merkingu hugtaksins að hlaupa eins og stelpa eða gera hluti eins og stelpukjáni frá því að verða neikvætt og niðrandi yfir í það að vera jákvætt, sterkt og kraftmikið. Og þessi herferð hún hreyfði við mörgum. Mér datt í hug að tékka á því hvernig teymið á bak við þessa herferð var samsett. Og það kemur örugglega engum á óvart að þetta teymi náttúrulega mestuskipa konum. Þarna listrænn stjórnandi kona, þarna documentary leikstjórinn kona og flest, það má allavega þeir sem á fronta herferðina eru konur. Það eru samt alveg nokkri karlmenn þarna líka. Og maður velti fyrir sér, ef þetta snýst að hugsa bara eins og manneskja, hvort að karlmenn hefðu leyst þessa herferð eins og konur. Hvort að kyn skipti í raun og veru engu máli þarna, eða hvort að reynsluheimur okkar sé það ólíkur að það skipti höfumáli að þessi herferð sé gerð af konum. Það vilja sumir meina að enginn skilji kyn sitt eftir heima og enginn komi kynlaus í vinnuna. Ef ég hugsa eins og manneskja, þá hlýt ég alltaf að hugsa eins og 44 ára gömul kona. Og sumir vilja meina að kyn hafi meiri áhrif á það hvernig við sjáum heiminn heldur en aldur, tekjur eða þjóðerni. Fyrirtæki þau eyða oft heilmiklum tíma í að skoða lýðfræðilega breytur aðrar en kyn, skilja jafnvel kynið eftir. Þau spá í það hvernig þau getur náð í þennan aldurshóp, með þessa tekjur, með þessa búsetu, en velta kannski ekki fyrir sér hvers kyns hópurinn og ég raun að vera í hvaða hlutfalli. Og ekki nóg með það að þá eru konur ótrúlega öflugir neytendur og hafa gríðarlega mikil áhrif á hagkerfið. Ef neytendasamfélagið væri manneskja væri það kona, segir á síðu Forbes og ég hef heyrt þetta víðar. Konur hafa heldur aldrei í sögunni haft meiri tekjur og meiri áhrif í samfélaginu. Og það má ekki gleyma því að konur 50 plus eru orðnar ríkari heldur en nokkuð tíman í sögunni. Ekki gleyma okkur eldri þegar þið markkópa greinið. Og ég rakst að þetta á Bloomberg í sumar en þessi mynd í raun og veru hún endurspeglar Bandaríkin og ég ekki að segja að þetta sé endilega svona hér á Íslandi en ég veit það þó að 65% íslenskra kvenna sjá oftast matarinnkaup á heimilinu og ég hef skoðað ótal margar rannsóknir bíla og það var nú af ákveðnu tilefni og ákvarðanir bílakaup eru yfirleitt í meiri hluta í höndum kvenna, þó ég veit nú ekki endilega hvort það sé svona á Íslandi, en mig grunar það. Og þetta á við rannsóknir víða heim. Og að því að við erum nú með mann frá Toyota hér, þá var gaman að ræða þetta á eftir, því að líka þegar ég fór að skoða það, þá var sjálf að skoða bíla, að það var aldrei kona sem tók á móti mér á bílasölu. Hafið einhvern tímann sé bílasala sem kona? Ekki ef ég það. En það vakti athygli núna árið 2016 þegar að þessi yfirmaður markaðsmála hjá HP gerði þá kröfu á auglýsingastofunar og markaðsfyrirtækin sem hann starfa með að þeir fjölguðu konum í stjórnunarstöðum og að teymin sem ynnu fyrir þá væru skipuð til helminga af konum og körlum. Hann sagði að markhópur þeirra væri að helmingi konur og helmingi karlar og þess vegna þyrfti teymið að endurspegla það. Hann og hans fyrirtæki var búið að vera í 12 mánaða stefnumótunarvinnu þar sem að þeir einbeittu sér að því að fjölga konum í stjórnunarstöðum og markaðsteymið hans var til helminga skipað konum og körlum. Hann taldi að þetta væri vænlegara til árangurs.
og þess vegna gerðu þeir þetta. Það vakti athygli mína líka að hann var ekki fyrsta sviðið innan fyrirtækisins sem gerði þessa kröfu, heldur var það lögfræðisviðið. Og hann fylgdi þarna í fótspor General Mills, Airbnb, Pepsi, Intel og fleiri sem hefðu gert sömu kröfur á sína stofur. Hann sagði að öflugasta leiðin til þess að knýja fram breytingar á þeim hraða sem við viljum sjá þær væri að viðskiptavinir gerðu þessar kröfur á þær stofur eða þá samstarfsaðila sem þeir vinna með hverju sinni. Því að hann gaf þeim 30 daga til að sýna fram á hvernig þeir ætla að gera þetta. Og hann sagði að þetta hefði ekki verið neitt drama, það hefði allir tekið vel í þetta og skilað þessum áætlunum á tíma. Enda sumir kannski byrjaðir að vinna í þessum málum. En þetta var svona kannski aðdragandinn að því og kveikjan að því að við vildum gera þessar kannanir hér á Íslandi, þessar kannanir SÍA. Og nú ætla ég aðeins að fjalla þær. Þetta voru 2 kannanir. Annars vegar spurðum við framkvæmdastjóra SÍA-stofana og hins vegar spurðum við 62 markastjóra sem flestir eru viðskiptavinir, hafa verið eða eru viðskiptavinir SÍA-stofana. Ég tek það fram að við getum ekki alhæft niðurstöðuna nema á þessa hópa. Eða réttar sett á listan sem að valin er. Ef við skoðum fyrst kynjahlutföll á SÍA-stofunum í dag, eða árið 2016, desember 2016 þegar þetta er gert, þá eru 59% kallar og 41% konur sem starfa á stofunum. Svona var þetta árið 2011. Þannig að breytingarnar eru klárlega í jákvæða átt. Ef við horfum á þetta út frá starfsskildum, að þá sjáum við til dæmis, ef við byrjum á markaðsráðgjöfunum, að þá eru þeir orðin fleiri konur heldur en kallar. Þið munið að það var jafnt árið 2011. Hugmynd á textagerð er orðin meira í höndum kvenna heldur en var áður. Grafískir hönnuðir eru 40% konur. En þegar við förum að skoða vinstri hluta myndarinnar, að þá sjáum við að það hefur engin breyting orðið nánast. Við erum ennþá með 77% kalla í listrænni stjórnun. Við erum ennþá með 100% kalla í framkvæmdastjóra. Og jú, stjórnin hefur aðeins breyst og þar hafa lög konur í stjórn sennilega haft áhrif, þó þau eigi ekki endilega við þessar stofur. En þetta er kannski pínu speglun á því sem við sjáum í atvinnulífinu í dag. Mér fannst mjög leiðilegt að heyra frá Creditinfo núna í síðustu viku að hjá meðalstórum fyrirtækjum eru konur aðeins 12% framkvæmdastjóra. Og það hefur ekki orðið nein breyting á síðastliðin ár, sérstaklega ekki síðasta ár. En á föstudaginn var íslenska ánægjuvogin eða viðurkenning íslensku ánægjuvogarinnar veitt og þar voru 4 fyrirtæki sem að fengu viðurkenningu af því að þau voru margt hærri heldur en önnur fyrirtæki. Það var Nova, Íslandsbanki, Atlas-olía og Orka náttúrunnar. Þarna eru 75% konur í forystu. Og Orka náttúrunnar er dótturfyrirtæki Orkuveitu Reykjavíkur sem fékk hvatningaverðlaun jafnréttismála árið 2015. Þannig að, og þarna eru viðskiptavinir að meta fyrirtækin. Þetta segir mér eitthvað, ég veit ekki með ykkur, en mér finnst þetta ánægjulegt. Við spurðum í könnununum báðum hvert væri æskilegt hlutfall kalla og kvenna í teymum sem koma að auglýsingagerð. Og ef við skoðum fyrst markastjórana, að þá var svar hlutfallið 68%. Þið munið að þetta voru 62 markastjórar sem voru spurðir. Þetta var hins vegar kynjahlutfallið í svöruninni. Það var fyrir tilviljun jafnt kynjahlutfall í þessu 62 manna hópi og ég veit ekki hvað það segir mér, það var 28 af 30 konur sem svöruðu og kallarnir voru reynda 32 en 44% þeirra svöruðu könnuninni. Það stóð eitthvað í subjektinu stóð eitthvað kynjahlutföll og jafnréttismál. Ég veit ekki hvort þetta segja okkur það að konur hafi meiri áhuga á þessu, en við þurfum að breyta því. Þetta er ekki bara okkar mál.
kvennanna, þetta okkar allra. Þetta hagsmunamál okkar allra. Þegar markaðsstjórar voru spurðir hvert æskilegasta hlutfall karla og kvenna væri í teymum sem kom að auglýsingagerð fyrir þeirra fyrirtæki, að það voru flestir á því að hlutfallið ætti að vera jafnt. Hins vegar voru konur aðeins meira á því, 79% kvenna sögðu jafnt hlutfall en 64% karla. Hins vegar þegar við berum saman markaðsstjóra annars vegar, sem eru sem sagt viðskiptavinir stofana og framkvæmdastjóra auglýsingastofana, að þá eru helmingur framkvæmdastjórana á því að kynjahlutfallið eigi að vera jafnt en 74% markaðsstjórana. Ég ætla að taka það fram að þetta ekki endilega sanngjarn samanburður þar sem að framkvæmdastjórarnir eru að hugsa heildina, mismunandi fyrirtæki sem eru í viðskiptum við þá, á meðan að markaðsstjórarnir eru bara að svara fyrir sitt fyrirtæki og gætu verið að hugsa bara minn markhópur konur og kallar og þess vegna vil ég hafa þetta jafnt. Í svörunum annað hjá framkvæmdastjórum að þá var það einmitt svarið þetta fer eftir eðli verkefna. Það var opin spurning sem spurði hvers vegna æskilegt að hafa jafnt hlutfall kalla og kvenna í teymum sem kom að auglýsingagerð fyrir þitt fyrirtæki. Og flest svörin, fólk gaf sér tími að svara þessu og það var ótrúlega margt áhugavert sem kom í ljós, en flest snerist þetta það að fá ólík sjónarhorn á verkefnin, tryggja skilaboðin og framsetningin, nái til bæði kalla og kvenna. Flestir vildu að bæði kyn kæmu að hugmyndaborðinu þegar að hugmynd framkvæmt og hönnuð. En þegar að spurt var, af hverju skiptir þetta ekki máli? Þeir sem sögðu að það skipti engu máli að hlutfallið væri jafnt. Þá voru langflestir á því að hæfni ætti að koma fram fyrir kyn. Og þetta það sem við heyrum ótrúlega oft, og hvort sem í þessum bransa eða annar staðar, að þá alltaf sagt, já, ég meina, viljum við ekki bara hæfasta fólkið? En eru við þá ekki eins hæfar og karlmennirnir, eða ég veit það ekki. Þegar markaðsstjórar voru spurðir, akkurat þessara spurningar sem ég vitnaði í HP áðan, Hewlett Packard, skiptir á kynjasamsetningin að endurspegla markhópinn. Ef þú ert með markhóp sem að helmingi konur og helmingi kallar, á teymi þá að endurspegla það. Og flestum fannst það aftur skipta máli, 75% kvenna, 57% kalla. Og framkvæmdastjórar stofana og viðskiptavinir þeirra eru sammála, svona næstum því alveg, að þetta skipti máli. Það eru flestir sammála að einsleitur hópur fólks, hvort sem það eru bara konur eða bara kallar, hljóti að vera óvinur auglýsingabransans. Samt vilja sumir meina líka að í nútíma auglýsingum sé hið ríkjandi auga karlkyns. Auglýsingar séu gerðar af konum og körlum, aðallega karlmennum, fyrir karlmenn. Og það var kannski margir séð þetta dæmi, ég veit það ekki, en þessi auglýsing sem hér á þessum litla iPad, hún vann til verðlauna á Cannes-hátíðinni í sumar. Cannes-hátíðin svona Óskarinn í auglýsingamálum. Þessi auglýsing sem segir Don't worry babe, I'm not filming this, .mov, vann sem sagt bronsverðlaun, Bronze Lion, og það var ekki fyrir að þessi kona, Cindy Gallop, sem auglýsingamógull mjög þekkt erlendis og mjög hávær, að hún vakti athygli á þessu og hún segir Don't use this to sell aspirin, male-dominated industry, and don't award it, male-dominated juries. Og það fór á stað alveg heilmikil umfjöllun þessa auglýsingu. Og ég var mjög treg, ég fattaði hana ekki einu sinni þegar ég sá hana fyrst, þannig ég ætla að útskýra hana fyrir þeim sem eins og ég. Þetta sem sagt maður sem að tala og hann segir, sem sagt, þetta allt í lagi, ég ekki að taka þetta upp við konu, og hann sem sagt að taka upp kynlíf sitt og konuna sinnar án þess að hún viti það. Ekki nóg með það, heldur þegar hún kemst að því, þá þarf hann aspirin af því að hún svo brjálið.
og þú veist, ég veit ekki, þetta talar, sko, þessi auglýsing alveg pottþétt búin til að konu, eða kallmennu segi. Ég held að það sé ekkert vafamál, en allavega, að þá já, það skapaðist mikil umræða, þeir gáfu frá sér verðlaunin, stofan, og framleiðandi aspirin-taflana, hann gaf þetta alveg frá sér og sagði að auglýsingastofan hefði sendt þessa auglýsingu inn, ekki þeir. Og hún hefði og þá kom upp náttúrulega þessi umræðu þú veist, hún fekk eina birtingu í Brasilíu og bara til þess að það væri hægt að senda hann inn. Og þannig að það voru allir bara einhvern veginn hvítþvegnir af þessum skilaboðum. En verðlaununum var skilað og allir skömmuðu sín. En þetta sleppur í gegn 2016. Það svolítið magnað. Og það gert svolítið grín að því erlendis að þetta sé bransinn. Þú veist, þetta svona myndir frá, þetta bara raunverulega myndir frá frá hátíðum, auglýsingahátíðum erlendis og það leynist svona ein og ein kona þarna inn á milli. En kallarnir eru klárlega meirihluta. En svona var þetta hjá okkur í fyrra. Og hitti fyrra líka. Og með fullri virðingu, ég meina það svo innilega fyrir þessum fagmennum sem standa þarna á sviðinu, að þá þetta bara staðreynd. Þetta bara bransinn okkar, hann svona. Og þetta á Íslandi. Í 2 ár, síðan að þetta hefur bara verið veitt tvisvar, þessi fagverðlaun Ímark, að þá hefur bara ekki verið nein kona til að verðlauna. Mér finnst það mjög leiðilegt. Og ég vona að breytist. En ég ætla ekki að vera dramatísk, það eru framfarir og nú eru 2 síastofur komnar með jafnlaunavottun VR og ég veit að það eru fleiri á leiðinni. Og þegar ég ræddi við þennan mann, Bekhara Musannar frá Líbanon, þessi kynjajafnréttismál, þá fannst mér rosa áhugavert að hann sagði að í Mið-Austurlöndum að þá voru auglýsingastofur yfirleitt skipaðar bæði körlum og konum til jafns og meiri segja að væru konur oft í meirihluta. Hann nefndi dæmi verðlaunaðarstofur í Mið-Austurlöndum sem væri stýrt af konum og hann sagði þetta lífsspursmál fyrir bransan. Þetta ekki spurning jafnrétti, þetta spurning að lifa af. Ég ætla að enda þetta á kvóti frá Bjarna Bjarnasyni, forstjóra Orkuveitunnar, þegar hann tók við hvatningarverðlaunum jafnréttismála árið 2015. Hann sagði það ákvörðun að eyða launamun, alveg eins og það ákvörðun að fjölga konum í stjórnendastöðum. Það ekki nóg að aðhyllast jafnrétti, heldur þarf að fremja það. Og nú hlakka ég til að heyra hvað panelinn okkar segir þetta, því að eitt að koma hingað í dag og ræða þetta, annað að grípa til aðgerða. Og það það sem við ætlum vonandi að gera í framhaldinu. Takk. Mér langar kannski að byrja á því og byrja kannski þeir ekki bara sjálfur sér hvernig svona slá þessar niðurstöður þig og ykkur á eftir sem Elín fór yfir áðan í sambandi við útkomnur þessari könnun. Hvað svona fyrsta? Heyrist í mér, ég nota þetta. Já, bara takk fyrir að bjóða mér og ég fagna þessu umræðu og þessum fundi. Finnst það gott framtak og vissulega vekur mann til umhugsunar. Ég held að þessar niðurstöður ég held að það séu svona eins og kannski maður átti von á. Þannig að það hefur ýmislegt áunnist á þessum árum en greinilega ekki nóg og við þurfum að breyta því. Selma, hvernig snýr þetta þér? Það líka 2 mikrofónir í viðbót á borðinu. Já. Já, mér finnst þetta bara mjög sláandi og líka bara sjá það að það ekki að jafnast kynja hlutföllin í stöðum grafískra hönnuða til dæmis en þá rauninni hlutfalli á milli stjórnenda að minnka og það ekki nógu gott. Nei. Og maður einhvern veginn eins og eitthvað svona
síðasti móhíkaninn bara Já. að vera í þessari stöðu og vera kona og þannig er þetta ekki nógu gott. Já, mér finnst þetta frábært innlegg hjá Elínu, ofsalega fróðulegt og vel uppsett hjá þér og komstu svo vel frá þér. Kom mér ekkert á óvart í þessu og mér finnst eiginlega auglýsinga og markaðsbransin á Íslandi svolítið sérstakur. Markaðsstjórastöður eru að langstæðstum hluta held ég konur og svolítið innlitar konur, svipuðum aldri, og síðan eru þar að eiga við auglýsingastofur sem eru að mestmegninu karlmenn á svipuðum aldri. Og þannig að ég veit ekki hvort það sé svona erlendist, ég var nú aðeins að reyna að lesa í töluna frá Elínu, þetta er mjög sérstakt og ég hef verið með áhyggjur af því að sko markaðsstjórastörfin séu að verða of mikið af konum og ég vil fá meira diversity í því og við til dæmis vorum að Hólfríður sem var búin að vera markaðsstjóri okkur nýlega farin að gera annað og við vorum að fara að ráða okkur markaðsstjóri. Það var búin að vera kona markaðsstjóri í bankanum í 20 ár og mér fannst alveg sko sjálfsagt að við myndum gera breytingu. Þannig að ég held að eins og kemur fram í öllum þessum könnunum að diversity það sem við þurfum. Við þurfum bara margbreytileika í þetta og þarna þurfum við líka að vera vakandi og konur líka vakandi fyrir því að við viljum hafa þetta jaft. En mér finnst áberandi þessi karla heimur í auglýsingabransanum. Við erum með flotta auglýsingastofu, ég á þar fundi einu sinni á ársfjórðungi og ég hef aldrei hitt þar konum. En ég veit að það eru konur að vinna fyrir okkur, en ég hef aldrei hitt þar konum nema konuna sem kemur kaffið inn á fundi. Já, akkurat. Sem ekki gott. Dóra, þú sagðir kallar eftir breytingum árið 2011. Ég búin að kalla eftir breytingum allt mitt líf. Já. Já, Svona þetta. Hún ekki lengi að risa þetta upp Ég náttúrulega bara band öskrandi brjáluð, það ekkert flóknar en það og mér finnst ævintýralegt að setja þetta út í heiminn Ragnar 10 af 27 og þú ert með nýtt fyrirtæki og nú bara skamma ég þig hvernig dettur í hug hafa þér svona grínlaust Þú förum í það eftir Dóra en Einu sinni var ég með því í vinnu og þú hættir hjá mér. Einu sinni var ég með því í vinnu og þú hættir hjá mér. Já, eigum að taka það Nei, bara akkur kemur ekki bara eftir í bransa. Stopp, ég Sara. Þú bauðst mér stjórnunarstarf á súkkulaðitæginu. Við skulum ekki fara Nei, við skulum, í alvöru, þetta er frábært vegna þess að þetta er staðreyndin. Þetta er það sem gerist aftur og aftur, það sem tölur sýna það, við viljum hafa konur en við viljum bara hafa þær góðar með og það er bara rugl, það kostar, ógeðslega mikið. Kristín, hvað segir þú? Dóra er komin í ham hérna á fyrstu spurningu, ég veit ekki hvað þetta endar. Það er auðvitað að koma eftir þessu, en ég skal reyna. Niðurstöðurnar voru sem kom mér ekki á óvart, það er gaman að sjá að þetta sé í rauninni að batna aðeins milli þessara 6 ára sem eru á milli kannana, en ég held að þetta endurspegli í rauninni stærra vandamál í samfélaginu, það er að segja í rauninni þetta ósýnilega glærþak sem er ekki bara til staðar í auglýsingabransanum, heldur hvað sem er. Og ég veit að flestir eru af góðum vilja gerðir að reyna að vinna á þessu en ég held að þetta bara endurspegli það hversu stamt þetta er, hversu mikið þetta hversu ídýrlega þetta er fast í menningu okkar og hversu hægt held ég þetta muni ganga nema menn gera eitthvað róttækt í þessu og ég held að við getum ekki endilega kasta þessu bara yfir á auglýsingastofur í þessu tilviki en ég held að fyrirtæki sem í rauninni eru að vinna með auglýsingastofum fyrir svolítið að taka á sig ábyrgðina hvað varðar innviðina hjá sér, hvað varðar sínadeildir áður en geta fara fram á að í rauninni að auglýsingastofur gerir slíkt því sama. Og þá langar mig að spyrja þig bara hérna og taka upp boltan sem Birna í raun og sagði, ert þú með konur í þínu teymi hérna á auglýsingastofunni, þú ert á hvað íslensku eða ekki? Við erum á íslensku, ekki í kreatív teyminu mér vitandi, markas í rauninni tengilegur okkar er kona en það er ekki svoleiðis fyrir að fara í teymurum okkar. Hins vegar má maður ekki gleyma því að það er svolítið á ábyrgð líka fyrirtækina sjálfa ef þeir vilja tryggja það að í rauninni að jafnréttissjónarmið og í rauninni skilaboð og fjölbreytni komi fram í sínum skilaboðum að
byrja hjá sér og það rauninni það sem ég hef gert á mínu sviði að við erum með jafnt kynjahlutfall þar. Þeir sem í rauninni stýra í rauninni markaðspartinum í sölu og markaðsviðinu hjá mér, það kona og þannig að ég verð að geta treyst á það að hennar í rauninni þegar hún að setja bríf í áttina auglýsingastofunni að hennar skoðun komi fram sem í rauninni kona og ef að þótt að það sé karlægt kreatív lið sem að sé að koma með hugmyndi tilbaka að hún í rauninni geti þá resista það út frá þeim skoðunum sem hún hefur á þessu. Þú talaði að það væri ekki mikið af konum fyrir ekki þú en það var talað að það væri ekki mikið af konum í bílabransanum og það var hárrétt, sérstaklega kannski svona tæknilegu hliðin í þessu en til að mynda hjá mér þá síðustu 12 árin hefur verið með vörustjóra sem kona sem rauninni ber ábyrgð í hvaða bílar frá Toyota hvernig línan sett upp, hvaða bílar að koma að marka hjá okkur og svo framvegis. Þannig að það eru undantekningar í þessu en ég held að þá samt að þetta progressi að ganga óhægt í okkur. En þá spyr maður líka, skiptir þetta einhverju máli? Þetta ekki bara þetta eins og Elín kom inn á, þú veist, að geta sett því spor annara, hæfileikin fyrst, þú veist, Raggi, þú hefur reynsluna og Selma af ykkar stofum sem dæmi, þú veist, það einhvern veginn reykja ykkur á það að það skiptir vist yfir máli, kynin eða ekki? Þetta skiptir að máli, þetta líka bara snýst fjölbreytileika. Þetta ekki bara að kallar hafa rangt fyrir sér eða konur hafa rétt fyrir sér eða öfugt. Það bara að sjálfsögðu þurfum við í auglýsingabransanum að vera bara mjög klári því að setja okkur í alls konar aðstæður og þurfum að vera hálfgerðir meistarar í því. En þetta snýst að geta verið með fjölbreyttari sýn og sjónarhorn. Það myndi ég segja. Já, ég held að skipti gríðarlega miklu máli og það sem við erum alltaf að gera í þessum bransa að búa til fyrirtæki sem getur sett sig í spor annara og líka fjölbreytt bæði hvað varðar aldur og kyn. Þannig að við verðum að geta sett sig við verðum að geta endurspegla svolítið bara samfélagi sem við búum í. Og algjörlega bara til þess að koma inn á það sem Dóra að segja ég ætla að taka til mín skammirnar en þess að ég var kannski svo óheppinn þegar að ég ákvað að stofna stofu að einu aðilarnir sem voru tilbúinir kannski eða voru nú vitlausir til þess að gera þetta með mér voru karlmenn og við vorum mjög karllægir til að byrja með og við fengum líka alveg skilaboð. Við fengum alveg skilaboð og ábendingar á okkur að við erum að breyta þessu sem við gerðum og höfum gert og ég bara fagna öllum umsóknum frá konum og myndi endilega vilja sjá fleiri konur hönnuði og náttúrulega bara úr svo sem ekki bara hönnuði, heldur bara alla en mér finnst líka svolítið áhyggjuefni hvað kannski fáar konur skila að því að nú ef maður sér bara eða horfir á þá sem eru útskrifast úr LHÍ og hvernig hlutföllin þar að þá myndi ég vilja sjá eða ég velti fyrir mér af hverju þær skila sér ekki inn á auglýsingastofunar og það kannski eitthvað sem við þurfum að horfa í okkar eigin barm og velta því fyrir okkur. Erum við ekki að bjóða upp á umhverfi sem nógu spennandi eða hvað það? Og klárlega við konur þurfum líka að hugsa okkar gang. Af hverju erum við ekki að stýra stofum og verið forsvari? Birna, vildi þú grípa? Nei, ég var bara að hugsa að því að það kom ágætis kvóta áðan frá honum í orkuveitunni sem að ég nota ofta þetta bara ákvörðun, þú veist, ef þú vilt eitthvað gera í þessu regna þá gerur þú bara eitthvað í þessu þannig að ég held að þetta sé ekki eitthvað sem óyfirstíganlegt og við erum að gera eitthvað í þessu þannig að ekki láta okkur aftur heyra þig segja að þú myndir vilja gjarna gera eitthvað í þessu en ég var að segja að við erum að gera eitthvað í þessu og við gerðum í þessu við erum núna 43% konur í stofunni En það kom líka fram áðan að þetta mikilvægt að fyrirtækin gerir kröfur þetta og þannig held ég að boltinn fara að rúlla og við hjá bankanum erum til dæmis búin að gera innkaupastefnu hjá okkur
og sem er einmitt hvernig við ætlum að eiga við Byrgja og þar hefur maður svolítið power af því að við erum stórt fyrirtæki sem margir vilja gera viðskipti við og við erum með plan þar sem að þetta svona hluta okkar samfélagsstefnu og innan ég held að sé svona 2-3 ár í það að við verðum að gefa Byrgjanum okkar tækifæri. Þetta það sem að eftir einhver ár þá viljum við að þú sett með jafnlaunavottun, þú sett með jafnréttisstefnu og svo framvegis til þess og svo ýmist þetta annað að þú sért umhverfisvænn og fleira. Þannig að við erum að gera kröfur á Byrgjan okkar til þess að ýta þessum málum áfram og þú hefur ákveðið power í þessu í kringum innkaupinin, sérstaklega þessi stærri fyrirtæki, þau eru virkilega að nýta það. Og við erum til dæmis ekkert oft, við erum við að ráða erlenda ráðgjafa sem eru þá erlendu bankarnir, þetta Deutsche Bank og þessi stóru bankar sem að vilja hjálpa okkur í útgáfum og skuldabröfum og svo framvegis. Og ég hef verið að segja svona við þá, það er náttúrulega bara eingöngu karlmenn. Að ég vilji sjá meira diversity í teimanum sem að vinna fyrir okkur og ég veit að við erum lítil í þessu alþjóðasamhengi en maður getur samt plantað einhverju og ég sé það þegar þeir eru að koma að kynna fyrir okkur að pizza fyrir okkur þá eru þeir búin að tína fram einhverja konur og ég veit að það er alveg að segja að það eru algjörlega upp að punt, já það eru það en af því að ég gera þessar kröfur þá fá þær allavega að vera með og svo kannski fá þær stærra hlutverk. Þannig að þetta held ég svo mikilvægt að þeir sem eru að stjórna innkaupunum eða stjórna því ákvörðuninni að þeir hafi þetta í huga. En hvað finnst ykkur? Ég ætla að svara þessu varðandi Listaháskóla. Okay. Í Listaháskólanum, ég tók upp fagstjórn í grafískri hönnun 2006 og eftir ég hætti á Ragnari, eftir lélegt starfstilboð og þá var eitt af fyrstu verkum að fara yfir það hvort að það væri jöfn kynjahlutföll í náminu og hvernig það hefði verið aftur í tíman og skoða hvort að það þyrfti að gera eitthvað breytingar þar á. Niðurstaðan var að það væri örlítið fleiri drengir, þá erum við að tala bara kannski 2 fleiri í árgangi sem er yfirleitt 20 manns. Næsta skref var einmitt að skoða, munur á hæfni? Sé ég einhvern marktaka mun á hæfni sem fagstjóri eða sem umsjónarmaður þessar námsbrautar, hönnuður námsbrautar og niðurstaðan algjörlega skýr það ekki, það frekar eins og hefur líka verið rætt varðandi annan nám að það halli á karlkynið en það breytir ekki því að það er allavega helmingi fleiri strákar sem að fá vinnu eftir skóla á stofu, allir sækja umræki. Allir að leita sér að vinnu, hins vegar, þá það náttúrulega mjög slæmt að stúlkurnar hafa fengið þau skilaboð að það erfiðara með að fá starfið, þær muni fá alltaf helmingi lægri laun. Eru það að taka eftir hvað ég segja? Helmingi lægri laun fyrir sama starf og að hugmyndafundir fari gjarnan þannig fram að einhverju læðist inn í herbergi og hugmyndafundir eru staðurinn þar sem að ákvarðanir eru teknar á auglýsingastofum að hópur læðist inn í hugmyndaherbergi og þar eru drengir og stúlkur þurfa bara að ryðjast inn og þetta heldur svona áfram. Okay, en það er engin einasti marktækur munur nema síður sé á hæfni og því síðan hvernig fólk skila sér til starfa. Þetta er alveg til umhugsunar, þetta er náttúrulega ekki vísindalega sanna sem þú ert að segja, en þetta er svona þín tilfinning, eða ekki? Nei, þetta er ekkert mín tilfinning, þetta er mitt faglega mat og eftir afar langa starfsævi með þennan bransa og bara tölur sem að skólinn hefur og ég skoða þau. Hvað finnst ykkur þá Birna og Kristín kannski helst að ég spyr ykkur í sambandi við yfirmann markaðsmála hjá Hewlett Packard sem að setja þessu skilyrði og hann segir raun og veru ef maður horfir á vídeo þar sem að þetta viðtal tekið við hann þetta er bara svona veif sem að myndast að hann setja þessu skilyrði við markaðsteymi sem vinnur með þeim að það sé bara kynja jafnvægi algjörlega 100% annars vinnur hann ekki með fólkinu. Er þetta eitthvað sem þið getið sett fram í dag gagnvart ykkar, þú ert að tala með þarna á öðrum sviðum en gæti þetta verið í markaðsmála líka? Gætið þið sett þetta fram á stofun? Það sem ég var að tala áðan, þetta var það að við getum gert kröfur að þá Byrgja sem og auglýsingastofur einn Byrgi hjá okkur að hvernig við viljum hafa hlutina og við eigum eftir að gera það. Við erum komið með stefnu í þessum málum og við erum að gefa svona þessum fyrirtækjum okkar tækifæri til þess að kannski laga það sem þarf að laga en við erum að fara þangað.
Hann gaf þeim 30 daga. Hvað segir þið? Hann gaf þeim 30 daga til að Já, ég laga er hjá búin sér. að gefa þeim sín allt á langan tíma. Já, sennilega, eins og þú segir, það er við rakka, þetta er bara ákvörðun hérna. En þú Kristín, hvað heldur að íslenska myndi? Já, ég Takk til get bara bragðs. að tala fyrir sjálfan mig, sko. Þessar aðgerðir eru góðar að gjalda verðar en ég myndi ekki gera þetta á þennan máta. Ég held að samstarf tveggja aðala þurfa að vera þannig að þú sért ekki þeirri stöðu að þvinga einn í neitt sem hann hugsanlega er ekki að vilja gera á þeim hraða sem að þú vilt. Mín skoðun er áfram svo að þetta sé mun djúpstæðara vandamál sem við eigum við heldur en þetta sé tveir aðilar sem geta lagað þetta sín á milli. Einhvers staðar þarf þetta að byrja en ég held að þetta sé meira á þeim nótunum að þú þurfur að breyta grundvallar hugsun í samfélaginu hlutverk kynjana og það að við séum ennþá að sjá til að mynda auglýsingar þar sem að kona virðist hafa himinhöndum tekið því að hún sjónaði hversu vel sápan þrífu diskana er náttúrulega bara fáránlegt eins og staðan núna. Þannig að við þurfum að komast á einhverjum grundvallarþætti í gegnum eða frá þessari hugsun og það gerist á ákveðnum tíma en frá minni hendi séð þá vil ég byrja innanhús hjá mér þar sem ég hef einhverja stjórn og það hef ég verið að gera bara mjög markvisst og er komin á þann stað sem ég er mjög ánægður með samsetninguna á teyminu mínu bæði út frá kynjahlutverki sem og líka út frá bara mismunandi aldurskeiðum því að ég held að það sé mjög erfitt að taka út og einfalda málið að þú skiptur sér niður til kynin að þannig sértu að representera markhópiðinn því að innan hvers kyns eru náttúrulega mun meiri mikromarkhópar heldur en að þú getur gert þig greinur áttu kannski að exklúta trúarbrögð eða í rauninni stjórnmálaskoðanir eða kynhneigð þegar þú getur farið eins djúpt og þú vilt í þessu en ofta mín skoðan er svo þetta hefst hjá þér sjálfum og ég held að fyrirtæki þurfa að gera það og smá saman náðu þá að kannski að endurspegla þetta yfir á auglýsingastofunar. Akkurat. Mér var svolítið áhugavert áðan fyrirmyndir að bransin er að búa til fyrirmyndir og þá spyrir maður aftur sko, þú veist, þetta er svo mikið vald sem að í raun og veru stofan hefur eða þeir sem búa til stílabóðin. Hvað finnst ykkur þetta sem hann nefndi áðan að þetta væri svona ákveðin ábyrgð og eins og sáu við auglýsinguna sem var sýnd á Super Bowl með Audi auglýsinguna. Ykkar skoðun á því þeir sem sáu auglýsinguna? Nei, sáu ekki auglýsinguna? Já, og frábær auglýsingin. Ég held að fyrirmyndir séu rosalega mikilvægur og ég tala mikið fyrirmyndir sérstaklega í þessum jafnréttismálum. Það sem að ég kannski svaraði ekki alveg spurningunni hjá þér áðan, sko skiptir þetta máli. Sko ég var nú að segja hérna áðan að mér finnst stofan okkar að vera mjög karllæg en við höfum verið með kvenn markastjóra í 20 ára eins og ég sagði áðan og við erum með kvenn bankastjóra og til dæmis þegar við erum að mæla ímynd fyrirtækisins þá eru við með jákvæðara viðhorf hjá konum heldur en karlmönnum og við þykjum vera með svona aðeins svona auðmjúkari ásýnd og allt það og það er alveg það sem við höfum viljað þannig að þó að við séum að kalla auglýsingarstofu að hluta til þá höfum við náð alveg þessum árangri þannig að og eiga skilaboð já, ég held að konur og karlmenn lesi skilaboð ólíkt og ég held að kannanir og rannsóknir sýni það þannig að það þarf að huga þessu hvort tveggja og það þarf að hafa breytti í teimunum af því að við erum í langflestum tilvikum að tala við bæði konur og karla í okkar skilaboðum. Selma, hugsað þú svona líka þegar þið eru að búa til efni? Hugsaði svona fyrir ekki fyrirmyndið, þú ert að búa til eitthvað sem að fólk tekur marka og þeir sem eru að mótast? Að sjálfsögðu. Mér langar líka bara til að nefna það að við fremjum jafnrétti á hverjum degi á Pipar, þannig að við passum okkur að því. En þetta eru þetta rosalega mikilvægt að séu fyrirmyndir og bara til dæmis eins og mæta mér finnst þetta mjög erfitt sko. Ég er ekki típan í þetta og bara mikla þetta mjög mikið fyrir mér. En við þurfum að stíga miklu meira upp og taka skarið og sýna að við getum þetta, auðvitað getum við þetta. Það er náttúrulega bara virðist vera ríkar í konum að þurfa að gera allt fullkomið eða megi gera mistök og við þurfum að spyrja okkur að hvað er að versta sem getur gerst og það er náttúrulega bara kleikara það er alveg, já, akkurat og já, þannig að það er svolítið svona það sem skiptir svolítið miklu máli, finnst mér. Dóra, þú vilt koma inn á þetta? Já, sko, bæði þetta með sko menningu og eins finnst mér þetta mjög áhugaverið punktar bara sem koma fram aftur og aftur það hvað konur vilji eða treysti sér í. Við höfum aðrar áherslur í einhverjum tilfellum og fáum á okkur annars konar þrýsting
frá samfélaginu heldur en karlmenn gera. Það til dæmis raunverulegt með framkomur í sjónvarpi að konur þurfa fyrirvara, karlmenn ekki. Ástæðan ekki að konur þora ekki sjónvarp. Ástæðan að konur eru skynsamar verur og vita að þær verða dæmdar af því hvernig það líta út og þurfa þess vegna að hafa tíma til þess að líta sæmilega út. Karlmenn eru mun síður dæmdir fyrir það. Það alveg eins með marga aðra hluti. Við þurfum meiri undirbúning vegna þess að við eigum von á harðari dómi. Og það bara þannig. Við getum breytti en við breytum við örugglega ekki nema að gera það saman. Og breyta þá líka skipulags hlutum og ég náttúrulega alveg ótrúlega ósamanlega Birna að kona sem kemur inn á fund að því að hún hefur einhver hæfni, væntanlega valin, undir pressu frá þér, hún auðvitað ekkert upp á pund. Hún bara komin til að vinna eins og hinir og það þarf að hafa þann vilja að líta svoleiðis á þetta. Hvort sem að leið kynja, kvóta eða eitthvað annað valið. Og varðandi til dæmis, ef við tökum bara svona hluti eins og bíla, síðast þegar ég gáði, þá í 80% tilfella, kona sem að velur hvort að ég kaupa bíl. Það ekki bara það. Hún velur allt sem að fylgir bílnum. Hún velur jafnvel bifvéla virkjan. Hún vil ekki fara og hitta hann, fer ekki að kaupa bílinn í mörgum tilfellum, en búin að velja. Það til óendanlegt magna og rannsóknum sem sýna að hver sem í búðina, þá það kona sem hefur kaup ákvörðunarvald á heimili og oft í fyrirtækjum líka. Og ég vil meina að þetta sé að kosta bæði svona menningar og samfélagslega gríðarlega mikið og kosta fyrirtæki. Og ef við tökum bara bílabransan, Volvo ekki tilviljun, Volvo hefur vitað að alla tíð að það eru konur sem að ákvæða hvort að bíl keyptur eða ekki. Hafðu það, Kristín? Nei. Já, hvað segirðu? Þetta rétt? Eru konur sem ákvæða bílategund og útlit og lit og allan pakkan? Já, ég veit ekki með 80% en þessar tölur sem voru settar upp á töflunáðan varðandi að 65% tilvika eru það konur. Það þetta í rauninni tölurna sem við höfum yfirráð og í rauninni umráðamenn og eigendur bíla bakka þetta fullkomið upp. Það í meiri hluta miklum, talsverðum, konur sem kaupa bíla. Það áhugavert hins vegar að þú kíkir á þetta í sögulegu samhengi að þá hefur þetta ekki, allavega tölfræðilega séð út frá þessum sölutölum ekki breyst fyrir eftir hrun. Hvort það sé eitthvað samspil þar á milli að við verðum allt í einu skynsamir eftir hrun og það voru konuna sem tóku yfir í veskið og fóru að kaupa þetta, veit ég ekki, en það var mjög skörp skil þarna í kringum hrunni í þessu, en þetta alveg hárrétt, það hærra hlutfall kvenna sem ákveður byrjakaupin. Já, það svolítið áhugavert, svo spurning hvort að konur sem ákveða vilja þá kaupa bílinn af konu, svo það annað spurning, eða hvort við treystum frekar kallum til að selja okkur þetta bílinn. Þú veist, þetta bara svona, Dóra ætlar að taka það líka. Ég ætla alltaf að fá að leggja í púki með það. Þetta auðvitað vandamál. Þetta konum vestar leiðinda kjaftaði auðvitað einhver leiti satt. En það aftur menningarlegt, samfélagsleg pressa. Af því að við erum alltaf að taka áhættu þegar við ákveðum að standa með konum frekar en karlmanni. Við erum alltaf að taka þá áhættu að setja höfuðið í snöruna að því við ætlum að taka kynja sjónarhornið á málið. Og mér langar líka til að tala hans aftur meira þetta með menningunum. Núna held ég að það sé gerast á Íslandi. Ég mjög kátmærafund með þann æfi og ég vona að þetta skili hafi afleiðingar sem sé. Sérðu mig? Og við tökum þetta alvarlega. Ekki bara af efnahagslegum ástæðum, þetta einmitt líka af samfélagslegum ástæðum. Það ekki hægt að reka samfélag, mér finnst mjög áhugaverður punktur sem hrunið, ekki vegna þess að ég held að konur hafi þá allt í einu farið ákveða hluti, það bara alls ekki þannig, þær voru alveg ákveða hluti. Hins vegar getur hafa gerst og var mjög áhugavert að skoða hvort að það hafi valdeflt konur meira en áður var þegar svona mikið af karlmönnum stýndu bara á veggi einhverju vitleysu og mistu kannski vinnuna sína og alla peningana sína og eitthvað svona. Það var kannski staðið betur á fyrir konur að segja bara, hei, það einu vitið að ég taki helmingina ákvörðunum allavega að því ég á helmingina þessu dóti sem við erum að vinna með.
og þannig það í samfélagi og núna staðan þannig í mínum huga að við sitjum hérna og tölum konur og kalla á meðan fólk út í heimi að telja hvað síðast þá 36 útgáfur af hvað heitir þetta? Sexual identity gender. Ég veit ekki hvað það heitir á íslensku, ég veit ekki hvort það umhverfið þetta örugglega. En sem sagt, það hvernig fólk skilgreinir sig, bæði á bara allan mögulegan hátt, að breyta svo rosalega hratt og hér sitjum við á Íslandi, einu besta landi heimi til að vera kona í og ræðum það hvort það vera kona eða kalla. Nú erum ekki komin einu svona nálægt að fara að segja, ok, þeir sem skilgreinir sig allt öðruvísi sem það og eru bara ekkert með í þessum leik lengur. Hvað gerum við, hvernig ætlum við alveg að vera partur á nútíman? Þetta er orðin ansi djúp umræða, þið með Ég held að við þurfum að reyna að gera eitthvað til að breyta menningunni innan fyrirtækina, til að taka jafnvel á móti karlmönnum og konum þegar þeir koma til starfa. Af því það greinilega eitthvað þakana sem ósynlegt, hvað sem við viljum kalla það. Og við þurfum líka að hafa í huga að karlmenn vilja ekki endilega vera í þessum leik sem svona flottur kallaleikur. Karlmenn vilja í dag alveg vera með fjölskyldunum sínum og ekki verið í einhverjum yfirvinnuleik og allt þetta. Þannig að við tökum svona jafnvel á móti kynjónum. Vist það skipta miklu máli. Akkurat, hefur tilfinninguna að það sé ekki alveg svoleiðis? Það hefur þetta ekki verið svoleiðis, en það að breytast. Já, og maður tekur líka eftir því að karlmenn eru til í þetta. Þeir eru til í það ekki allir karlmenn að fíla einhvern klúran húmor og vera inn í einhverjum herbergjum eins og Dóra var að tala áðan að taka ákvarðanir og konur þröngar sinna þá fundi. Ég þetta ekki persónulega upplegað það en það er náttúrulega hræðilegt svo Ég held reyndar hún að ekki vera að minna það að Birna áðan en eins og ég skildi hana. Já. Nei, hún Dóra fyrir ekki. Já, Dóra fyrir ekki. En hvað segir þið, Ragnar? Já, mér langaði aðeins að koma, ég sammála Dóru í því að ef maður horfir á svona fyrirtæki eins og auglýsingastofu þá gerist rosalega mikið inn á þessum hugmyndafundum. Þar eru ákvarðanir teknar og þar vinnunni svolítið stýrt. Og þar þurfum við að passa okkur rosalega vel öll sjónarmið komist til skila og það sé ekki halli í hvor áttina sem hvort sem við erum að tala kyn eða aldur. Og ég veit bara eins og hjá okkur að þá höfum við lagt gríðarlega mikla áherslu á að allir vinni hugmyndavinnu. Og það finnst mér skipta líka rosalega miklu máli að allir fá að taka þátt. Þannig að það sé bæði yngri og eldri og konur og kallar og öll sjónarmið komist að. En auðvitað getum við alltaf gert betur og þurfum að standa okkur betur. Og ég sammála líka Birnu að þetta ákvörðun og þetta ákvörðun sem við þurfum að taka. Akkurat, ákvörðun að jafna þetta. Eru spurningar úr sal? Bara, já, standtu bara upp, ég held að heyrist alveg vel. Gjör svo vel. Góðan dag. Ég bara nýútskrifuð og ganska hannur og vinna á auglýsingastofu. Bekksystími hér útskrifuð, ganska hannur og vinnur sem hannur. Setur upp glamurblaðið og ræður eiginlega yfir því. Vinkona mín hér vinnur á auglýsingastofu, nýútskrifuð ganska hannur. Já, mér finnst þess að öll þessu umræði sem þið að tala mjög góð. Ragnar á Brandenburg. Brandenburg örugglega sem ung kona, sem ungur hönnuður Brandenburg svolítið svona fyrirmyndin. Sem kona þá svolítið að sækjast þangað út af því að þeir til dæmis við 2 bekkssystur mínar. Og þeir eru greinilega mjög meðvitaðir, ok, ekki alveg 50-50 hönnuðir, ég skil og það oft drama og eitthvað svona, en þeir eru samt, mér finnst, og ég vil taka fram að ég ekki hönnur á Brandenburg, en þeir eiga samt ekki skilið svona skípmæli, því að þeir eru alveg svona stór partur af því að breyti þessu. Og það eru margar ungar stelpur og ungir strákar líka sem sækjast í að horfa á svona stofur sem eru bókstaflega að vinna í því að ráða einni konur.
Selma. Ég vissi ekki að væri creative director sem væri kona, svo takk. Bara takk fyrir. Íslandsbanki ekki að koma með konur inn í creative svæði ykkar, þá þurfið þið bara að heimta það. Mér alveg sama, ótrúlega fallega auglýsingar, allt mjög flott, ég sjálf fjá Íslandsbanka með þessa, en þið eru kúnir. Þeir eru að búa þetta efni fyrir ykkur. Dóra fyrirmyndi mín. Þegar ég byrja í grafskólanum, þá bara einhver kona. Halla í hönnunarmiðstöð og Dóra eru bókstaflega það sem við ungu horfum upp til. Og Toyota, gott að þið eru búinir að jafna ykkur en heimtu líka. Gefum 30 dagar, gefum 60 dagar, gefum hálft ár. Það fullt af stelpum og fullt af strákum sem eru flottur hannir. Allir eru að Ísland við svona góðir hannir á Íslandi. En það sem þar jafnvægi. Og menninir hérna upp á sviði eiga ekki upp á skítkast fyrir að vera í formannastöðum. Ragnar að vinna í þessu. Kannski eftir að fá bara að ráða Dóru inn til að vinna í þessu með þeim. Ég þarf að ráða því sem ég En það samt svona, þú veist, ég persónulega finn fyrir breytingum. Ég á stofu það sem eru ekki margir, kannski hennir sem eru konur, en ég finn samt fyrir breytingum og það að koma en við þurfum að geta hraðar. Þú breytingi, frábært. Það við breytingi. Mér finnst þetta mjög góð punktur og eins og við sáum í könnun áðan hjá Elínu, þetta alltaf að koma, þetta svona þokast aðeins nær, en hins vegar það í þessum 4 flokkum, það að segja efstu lögin á stofunum, þar ekkert að frétta. Ég skulum bara halda eitthvað haga á Selma með Öggu, samstarfskonu sinni, Þórhildi Ögg. Hún það saman þar að segja, eru hönnunarstjóri af kvenkyni á Íslandi númer 6 frá upphafi vega. Já, akkurat. En hvað haldið þið með þetta, með stjórnarteymið, framkvæmdastjórar 100% karlar? Ég er ekki í nokkrum vafa, auðvitað liggur þetta líka hjá konum, þetta ekki bara eitthvað kalla issue. En hvernig stendur á þessu? Erum við bara svona óframfærnar? Hvað var það framkvæmdastjórastjórn? Það held ég að auglýsingastofa á Íslandi nú ekki stærstu fyrirtæki í heimi. Þetta náttúrulega lítill markaður, þannig að við erum ekki að sjá sömu stærðir og annar staðar. Ég held að með framkvæmdastjórastöður þá kannski getið það skýrst að stórum hluta til að framkvæmdastjórar eru einnig eigendur stofana. Að í rauninni það sé ekki að þeirra settu upp á stofunum leyfi það ekki að vera með mörg mismunandi lögís og taka því að frekar framkvæmdastjórastöðurnar sjálfi til sín í stað þess að ráða í rauninni fagframkvæmdastjóra sem væri þá hugsanlega kona eins og kannski ég að. En það sem ég hef svolítið verið að leita eftir í þessu auglýsingalandslægi á Íslandi af hverju við sjáum ekki fleiri nýjar auglýsingastofur stofnaðar sem eru stofnaðar af konum. Því að nú höfum við séð virkilega flott startup fyrirtæki sem að ungar konur og konur á öllum aldri hafa stofnað og hafa verið mjög successful. Ég kalla svolítið eftir þessu að við sjáum í rauninni meiri áræðin í því að konur stofni auglýsingastofur. Því að síðast þegar ég athuga þá held ég sé ekki mjög hár barriér í því að stofna litla stofu fyrst og vaksa upp og ég myndi vilja sjá konur vera áræðanar í þessu að fara þessa leið og það er spurning eins og félag kvenna í atvinnurekstri hvort að það getur ekki tekið það upp á sína arma að ræða þetta í rauninni að styðja við jafnvel það væri skrefi rétt áttina í þessu þessu kalla ég svolítið eftir. Hvað sé? Já, ég ætlaði að fá Birnu til að svara því að hún nú svona. Í fyrsta lagi þá ef við tökum bara aftur fyrirgjöður ekki mín, ég ekki að reyna að leggja þig eindi þú bara ert sem fulltrúi skilur. Algjörlega og ég ekki hræddur við að ræða þessi mál eða taka á mig ábyrgð vegna þess að ég finn líka fyrir ábyrgð af því að ég að reka fyrirtæki þar sem að við viljum að jafnréttis sé gætt. Mér langar að koma með eitt punkt sem ég sá að Brandenburger stofnaði, ég man ekki hvað ástofnaði, 2012. Ég held að það var sama ár
sem að 4 stúlkur úr grafíska hönnun taka sér saman, stofna stofu. Brandenburg lifir góðu lífi. Sú stofa, hún hvarf á 6 mánuðum. Þær fengur á hjá mér og fullt af öðru fólki og leituðu víða eftir baklandi. Hvort sem það væri að treysta þeim fyrir markaðsmálunum sínum, viðskiptum sínum eða að fá fjármagnað fyrirtækið sitt. Þær áttu ekki séns. Það ekki vegna þess að þær hafa verið slakari hönnuðir eða auglýsingafólk heldur en þeir sem að stofnuðu Brandenburg, bara langt frá því, en þær hafa ekki traust. Og hvar liggur það vandamál? Það liggur ekki hjá þessum ungu konum sem að klára grafíska hönnun. Það ekki vandamál að þær hafa ekki lært hvernig maður gerir þetta. Það hafa lært hvernig baklandið Í mörgum tilfellum það miklu sterkari fræðilega vegna þess að þær vita að það þannig sem þær koma sér áleiðis með að hafa bara hreinlega meiri og við feimari þekkingu að þær geta ekki stólað og bara ég svo cool. Það bara virkar ekki þannig. Og það vantar ekkert upp á þeirra hugrekki. Það vantar hins vegar upp á það að einhver að svo samræða fari fram og það búið reynda margoft. Stelpustofa, hún deyr. Það þarf að vera bæði kynin og það reyndi ég til dæmis við góðan orðstýr, takk hérlega, og en ekki svo góða endingu sem bara af því hvernig viðskiptalífið var þann tíma, en það bara þetta ekki rök. Þær til í slaginn stelpunar. Miklu meira en það. Allt balans í þessu öllu. Einhver símar hringja í vasa. Þetta Ragnar, það einhver að segja, Raggi minn, komdu þér út úr þessu. Nei, það var áhugavert að heyra frá þér áðan af því að þú nefndir nefnilega fyrirmyndir, þú nefndir bæði Höllu og þær sem eru og mér finnst það flott hjá þér og það svo mikilvægt að þú sjáir að þetta sé hægt að gera þetta og þá getur þú gert það, svolítið eins og Gina Davis segir. Ég langar kannski aðeins af því að ég var þegar ég var að velta fyrir mér þessum fundum þá sá ég áhugavert myndband sem gert af auglýsingastofunni TBVA, mjög slæm í skammstöfunum að ég náði að koma þessu fram mér. Og það sem að karlmenn, ég held að sé nú starfsmenn stofunar, að lesa upp setningar kvenna sem að konur segja sé vandamáli í bransanum. Og þetta mjög áhugavert og margt reyndar oft ef maður sér svona jafnréttis myndbönd ef það hægt að kalla það frá sérstaklega Ameríku og jafnvel Bretlandi, þá þetta finnst mér ofsalega langt og eftir okkur einhvern veginn og vera að tala hluti sem að var að tala hér fyrir 20-30 árum síðan en sýnilega þær styttra komnar á margan hátt þó að okkur finnst nú ekki ganga nú hratt hér í mörgum málum og það var ein setning sem ég fannst eiginlega sérstaklega áhugaverð og af því að ég tek hana mjög til mín af því að þegar ég byrjaði í bankabransanum þá var ekkert nema karlmenn þar og maður þurfti bara að vera ekki maður sjálfur, maður bara setti sig í eitthvað, maður fór bara í eitthvað hlutverk til að falla inn í hópin annars var manni bara skutlað út aftur. Þannig að maður bara reyndi einhvern veginn að taka þátt í þeim normum sem þar voru og það ekki fyrir að verður svona critical mass sem ég búin að segja mjög ofta, verður að vera svona critical mass og af konum til að konur fari bara að geta verið það sjálfar og geta verið það sem það vilja og standa fyrir það sem það vilja vera. Og mér fannst nefnilega ágæti setning í þessu myndbandi þar sem að kona sýnilega hafði sagt sko, why do I need to be tough when I only want to be kind? Og mér fannst þetta svona alveg nákvæmlega það sem að ég held að konur standi svo oft frammi fyrir. Þar halda þar þurfa að fara einhvern veginn allt á nefunum og þetta það þurfa einhvern veginn að sanna sig sem að hafa þurft í gegnum tíðina þegar þær vilja kannski bara vera allt öðruvísi, vera eins og þær eru og eins og ég segi þú verður það ekki fyrir að þú ert komið með konur í kringu þig sem styðja þig og verður meira jafnræði í hópnum. Auglýsingarstofu í miðbænum, ég kona, 6 að vinna hjá mér. Ég held að málið mögulega það að þú að breyta eins og kom inn á áðan menningu á auglýsingarstofum að við þurfum sem stjórnendur að taka þátt til þarfir þeirra sem að vinna hjá okkur hvort sem þeir konur eða karlar. Ég sjálf á auglýsingarstofum hérna heima og ég veit að þetta þarf að gerast hratt og við sem stjórnendur þurfum að skoða tíma
þeirra sem að vinna að verkefnunum og hjálpa og búa til svigrúm. Það kannski eru konur bara skynsamari að láta ekki bjóða sig þetta umhverfi. Bara spyr. Hvað er það? Hvað er að gera næst? Hvað er bara svona þess að við klárum þetta? Hvað, bara stutt og laggott frá hverju einu? Ragger var ráðin fullt af konum. Þú Birna búin að segja við, það er bara ákveðið þetta er bara ákveðið eins og hann Bjarni sagði líka hjá Orkuveitunni. Við þurfum bara að halda áfram að ýta undir fjölbreytileikann. Og eins og Birna kom inn á að konur þurfa ekki að breytast í karlmenn til þess að ná árangri og við þurfum að muna það og karlmenn þurfa ekki að vera hímenn til þess að vera í lagi. Góður punktur. Já, ég held að svona fundur er mjög gott innlegg í bara að fá mann til að hugsa þessa hluti og ég held að þó svo við höfum verið að hugsa markvisst um þetta mál svona upp á síðkastið að þá þurfum við að gera betur og ég er algjörlega sammála því að í þessum stjórnunar hluta vinstri hlið glærunar þar þurfum við að standa okkur betur. Það er bara klárt mál. Ríða okkur upp. Akkurat, Birna, vilt þú segja eitthvað að lókna svona í? Já, það var áðan talað aðeins eigendastruktúrinn á auglýsingastofum og að konur geti bara stofna stofur og já, þær geta sjálfsögðu gert það, en það er búið að vera að taka inn nýja eigendur inn á auglýsingastofur. Þannig að það er eitthvað frumkvöðlar tveir sem byrja og svo fjölgar eigendunum og það er bara óskapleg tilviljun að það fjölgar alltaf bara karlmanns eigendum. Þannig að það er ekkert verið að lyfta konum upp í fyrirtækinu með þessum hætti. Ég held, eins og Elín kom inn á áðan, þetta eru 7 stofur á Íslandi sem er inn að síja. Þannig að mér finnst þetta einhvern veginn svona verkefni sem það er hægt að ná utan það. Og myndin sem var sýnd áðan frá Ímark-hátíðinni, bara eina hugsunni hjá mér finnst þetta svo hallærislegt. Mér finnst þetta ímyndarlega svo hallærislegt. Að við værum bankinn með svona hóp eitthvað staðar upp á sviði, ég myndi skammast mín fyrir það. Akkurat. Dóra, þín loka orð. Já, þau eru svona. Ég er að fara á landi, ég er að verða hluti að þess að the brain drain. Það er rosa lítið búið að vera að berja niður hjá mér dyrnar að grátbiðja mig að koma að vinna á stofu og stýra stofu og eitthvað svona eða leggja í raun og veru neitt til. Ég er ógurlega flink og klár og veit hvað ég syngi þessum bransa en nú er ég að fara og mitt ráð til ykkar ekki láta það halda áfram að það verði eina úrræði konu sem hefur metna á vit að fara bara hérna. Við lögum til að fylgjast með því hvað þú fyrir að gera. Gangi vel. Ég frá minni hendi séð þá eins og Ragnar kom inn á þetta byrja með umræðu, síðan þarf að fylgja því aðgerðir. Við getum verið ósammála það eða verið með mismunandi skoðunar á því hvers konar aðgerðir það vera eða hvað við leggjum áherslu á. Mín skoðun er og verður áfram að byrjum í okkar eigin heimahúsi, tökum til þar og sýnum gott fordæmi þannig að aðrar atvinnugreinar fylgja eftir. Frábært. Byrjum henni okkur, byrjum á okkur sjálfum, takk fyrir komuna, takk fyrir að taka á okkur kapparinu og nú hættum við bara áfram.